Gott samstarf ríkir á milli foreldra og kennara, aðlagast barnið skólaumhverfinu betur og hraðar og áhrifin á námsárangur eru góð. Það er mikilvægt að foreldrar gefi sér tíma með barni sínu í að skoða skólan sem barnið er að byrja í. Skólar eiga að boða foreldra og barn í móttökuviðtal og heimsókn áður en skólagangan hefst. Þegar nemendur og foreldrar þeirra tala ekki íslensku eða skilja hann ekki vel, á skólinn að tryggja að þeir fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum grunnskólastarf. Að taka vel á móti börnum sem að hefja göngu í nýjum skóla getur dregið úr áhyggjum og kvíða sem getur skapast á meðal þeirra vegna óvissu sem ríkir í nýju umhverfi. Allir þurfa að vera meðvitaðir komu nýs nemanda. Það getur skipt höfuðmáli fyrir upplifun barnsins fyrstu dagana í nýjum skóla. Það er mikilvægt að þú sem foreldri kynniði vel hvernig skóli barnsins þíns skipuleggur móttöku þess, svo að þú sért undirbúin og getur undirbúið barnið þitt. Kennarar senda frá sér upplýsingapósta til foreldra og forráðamanna í upphafi skólaárs og svo senda flestir tölvupósta eða bréf vikulega eftir það. Margir kennarar senda upplýsingar frá sér á íslensku og ensku, en ef þú sem foreldri átt erfitt með að lesa pósta á þeim tungumálum er mikilvægt að hafa samband við skólan og láta vita af því svo hægt sé að gera ráðstafanir. Það skiptir máli að foreldrar skrái sem fyrst mikilvægar upplýsingar sem tengjast barni sínu hjá skólanum, eins og til dæmis hvort foreldrar vilji kaupa skólamáltíðir reglubundið fyrir barnið. Þegar kennari og foreldrar nemenda tala ekki sama tungumál getur verið erfitt að skrifast á. Þá getur skapast eins konar rafrænn veggur á milli heimila og skóla. Þetta undirstrikar enn frekar undir mikilvægi þess að góð samskipti og traust séu byggð upp frá upphafi. Kennari og foreldrar þurfa að hittast og tala saman til þess að upplýsingar sem ekki geta borist rafrænt frá skólanum skili sér til heimilanna og öfugt. Kennarar eru bundnir trúnaði persónuleg málefni nemenda sinna. Í skólum er námið skipulagt út frá hæfniviðmiðum sem að finna í aðalnámskrá grunnskóla. Þar er gert ráð fyrir því að tillit sé tekið til ólíkra þarfa nemenda eins og þeirra sem hafa íslensku sem annað tungumál. Það er mikilvægt að barnið þitt viti til hvers er ætlast af því í skólanum og að verkefni þess séu aðlöguð ef þarf. Þar skiptir tungumálið og skilningur á því miklu máli. Ef þú hefur áhyggjur af samskiptum við bekkjarfélaga, af námi eða vilt veita skólanum upplýsingar barnið þitt, er alltaf hægt að senda tölvupóst til umsjónarkennara eða hringja. Umsjónarkennarinn er aðaltengiliðurinn sem heimilið hefur við skólan. Þess vegna er mjög gott að foreldrar gefi sér tíma til þess að hitta umsjónarkennara í móttökuviðtalinu. En þá er búið að opna fyrir samskipti á milli aðila sem koma að barninu. Þá eru enn meiri líkur á því að samskiptin á milli séu góð sem skilar sér til barnsins bæði hvað líðan varðar og hvernig því gengur með námið. Það skiptir máli fyrir barnið þitt að koma undirbúið í skólan á hverjum degi. Börn í grunnskólum á Íslandi fara einu sinni eða tvisvar í viku í íþróttatíma og þurfa að mæta með viðeigandi fatnað. Það er svo að þeim líði sem best og til þess að þau geti tekið þátt í íþróttatímum. Einnig er sundkennsla í grunnskólum og þá þarf að athuga að börnin komi með sundföt og handklæði fyrir sundtímana. Mikilvægt er að nefna að barnið þitt þarf annað hvort að vera skráð í mat í skólanum eða þá að koma með nesti að heiman. Góð næring er lykillinn af því að barninu þínu líði vel og haldi betri einbeitingu í skólanum. Ef þú fylgist með skipulagi skólans og því sem á að vinna heima, skilar það sér í betri líðan, en það er mikilvægt að barninu þínu líði vel í skólanum. Sýnt hefur verið fram á að töluverður meirihluti unglinga kýs að foreldrar þeirra taki þátt í að aðstoða þá við heimanám sitt, ekki síður en yngri nemendur. Hlutverk foreldra snýr ekki að því að kenna börnum sínum og unglingum, heldur að því að hafa áhuga á því að börnunum gangi vel, sýna þeim stuðning og hvetja þau áfram. Að kynna sér og þekkja vel skipulag skólastarfsins og helstu reglur þess er mikilvægt við upphaf skólagöngu barnanna þinna. Það á við hvort sem börnin að byrja í íslenskum skóla eða eru að skipta skóla. Algengast er að skólar noti forrit eða vefsvæði til að birta vikuskipulag fyrir hvern bekk eða nemendahóp, til dæmis mentor eða námfús. Þar birtast upplýsingar stundaskrá, skipulag og námsferil nemenda ásamt því að kennarar senda stundum skilaboð til foreldra þar í gegn.
Google Classroom dæmi vefsvæði sem margir skólar nýta sér, en þar hafa kennarar möguleika á að setja inn námsefni, verkefnalýsingar, hæfniviðmið og annað slíkt sem snýr að náminu. Það mikilvægt að þið kynnið ykkur þau forrit sem skóli barnsins ykkar notast við. Það jafn mikilvægt að barninu þínu líði vel, eins og að því gangi vel í náminu. Börn þurfa að eiga vini í skólanum og finna að þau tilheyri hópi. Það að eiga vini í skólanum snýr ekki eingöngu að því að hafa einhvern til þess að leika við, heldur hefur það áhrif á þroskaferil barna. Einnig vitað að það að eiga vini í skólanum tengist betri námsárangri. Frímínútur eða matarhlé í skólum stór partur af félagslegum þætti í lífi barna. Samskipti á milli nemenda oft öðruvísi á þessum tíma í skólanum en í kennslustundum. Að hvetja barnið til þess að kynnast öðrum nemendum í skólanum skiptir þar af leiðandi miklu máli. Ef að tengsl þín við skólan góð, auknar líkur á því að þú kannist við og þekkir börnin sem í sama bekk og barnið þitt. Það auðveldar þér að hvetja barnið þitt til að eiga samskipti við bekkjarfélaga sína, bæði innan og utan skóla. Nemendur af erlendum uppruna eiga rétt á aukinni íslenskukennslu í sínum skólum, en svo virðist vera að lesskilningur barna af erlendum uppruna þurfi að styrkja betur þrátt fyrir það. Það skiptir þess vegna máli að þú sem foreldri áttir þig á þeim rétti sem barnið þitt á til íslenskukennslu. Ástæða þess að það mikilvægt að nemendur af erlendum uppruna fái aukna íslenskukennslu sú að allt nám byggir á lestri, lesskilningi og orðaforða. Í aðalnámskrá grunnskóla sagt að menntun og velferð nemenda sé sameiginlegt verkefni heimila og skóla, foreldra og kennara. Samstarfið á að einkennast af sameiginlegum ákvörðunum og samábyrgð þar sem reglubundin samskipti eiga sér stað varðandi barnið, líðan þess og nám. Traust og gagnkvæm virðing skiptir gríðarlega miklu máli. Það verða allir að taka höndum saman til að barninu gangi vel í námi og líði vel í skólanum og með skólafélögum.